Boom. Bang. Já. Og hvað ég ætla að byrja þetta eitthvað með sniðri setningu en ég er búinn að glemma hvað ég ætla að segja. Það er mjög seint. Já. Ég á stundum mjög auðvelt með að gleyma sem ultra nördi að fólk er ekki á sama leveli og ég í hlutunum sem að, þú veist, ég er mjög góður í. Ekki mjög góður í, en ég er mjög djúpt í. Annars hlutunum sem að, þú veist, mér finnst ógeðslega auðvelt að gera og bara sjálfsagt mál að gera finnst kannski öðrum bara ótrúlega erfitt eða ótrúlega flókið eða bara fattar ekki hvernig það virkar. Og ég á mjög auðvelt með að gleyma því. Þannig að þegar ég til dæmis hjálpa fólki með eitthvað þá fatta ég svona hversu ótrúlega djúpt ég er onni í einhverju subjekti. Og mér finnst alltaf gaman að vera svona smá humblegaður, eða ekki humblegaður, en bara svona fá smá svona sýn inn í líf annara og bara svona hvernig aðrir hugsa heiminn. Mér finnst það mjög áhugaverður hlutur að fá að svona geta gert. Að þú veist, maður er kannski sjálfur búinn að bara þjálfa hugan upp í að gera eitthvað ákveðið en svo kannski hittur einhverja manneski sem er bara alls ekki þar sem þú ert og mér finnst það svona mjög góð æfingi bara að muna það bara að það er ekki allir með nákvæmlega sömu hugmyndir og þú sjálfur bara í höfðinu. Og það er mjög oft sem að þarf bara að útskýra fyrir fólki mjög svona skýrt hvað maður er að hugsa og það er enda svona svolítið side note pointið af þessu jappkastinu er að verða betri í því að útskýra hluti. Náttúrulega er ég ekki með, þið get ekki talað við mig, ég er bara einnig einhvers staðar í bílnum mínum að tala við myndavél. Þannig að, já, þessi þáttur er búinn að vera rosa umbeðinn, segjum að það ekki umbeðinn. Það er búið að biðja rosa mikið hennan, það er allavega 3 mennskjur. Batteri sem er að knýja ljósi er þetta. Ég held að minna ekki þetta meira. Vá, hvað ég held að vera eitthvað bara að fokast upp. Allavega, hvað var ég að segja? Vá, ég er mjög þreyttur. Já, það er rosa margir búin að biðja þennan þátt. Ok, ekki rosa margir, kannski 3 held ég búin að biðja þennan þátt. Og spyrja mig hvenær season 1 verður búið. Það er nefnilega komið annað podcast sem heitir Jappið með einhverjum 2 stelpum sem tala allt. Þannig að ég þarf svolítið að fara að steppa up my game að posta þáttum af því að ég byrja að posta undan þeim, ég tjekkaði því. Þeirra þáttur kom út, ég man ekki hvenær, en minn fyrsti þáttur kom á undan þeirra fyrsta þætti, ég man það allavega, einhverja daga sko. Þetta er bara eitthvað svona stupid, lítið bil. Þannig að, já, sorry, ok, ég ætla að slaka sér byrjun. Þannig að já, ég er alveg komið með samkeppni sko. Það er Jappið sem að ég er að keppa við og ég vona bara að ég sé áhugaverðari að hlusta á heldur en einhverja 2 stelpur. Ég vona það allavega með allavega við hvað fólk er að biðja þannig að þá mögulega er ég áhugaverðari. Það verður bara komið ljós. Tímaskyn er crazy hlutur. Já, ok, cool. Tímaskyn er crazy hlutur. Það er svo mikið hlutur sem maður tala og ég er búinn að gleyma öllum af þegar klukkan er, þú veist. Klukkan er að vera 2 á 50-dagskvöldi, sko. Nei, miðvikudagskvöldi. 50-dags morgun. Og ég er nýbúinn að vera ógeðslega veikur. Og ég er ennþá með alveg kvef. Ég bara nenni ekki að vera veikur lengur. Þess vegna er ég komin á stjá. Og, já.
já, tímaskyn er crazy hlutur. Bara, ég er ekki einu sinni, þú veist, byrjum bara, þú veist, mér finnst crazy bara hversu tíminn líður rosalega hratt. Núna, þú veist, þegar þú varst krakki, þá náttúrulega, þú veist, einn dagur var tölvöld stærri partur af lífinu sem var búinn að lifa heldur en, þú veist, einn dagur núna er rosalega lítill partur af lífinu sem ég er búinn að lifa núna. Þú veist, ég er búinn að lifa í 27 ára eða hvað og þú veist, einn dagur núna er miklu minni partur af lífinu núna heldur en til dæmis, þú veist, einn dagur þegar ég var 5 ára. Þannig að, þú veist, mér leiði eins og ég er aldrei fullorðinn þegar ég var lítill og nú er ég bara holy shit, ég er að verða fullorðinn alltaf rætt. Ég er að verða 30 ára, holy shit. Þannig að það er alveg smá svona, ok, hægjum aðeins á okkur. En svo líka bara fyrir utan það að þú veist, þegar ég finn alveg svona, þegar ég er að gera eitthvað skemmtilegt, þú veist, eins og þegar ég fór upp á vesturina, þú veist, mér leið ándjóks bara eins og þetta væri bara 2-3 dagar kannski, en þetta var, þú veist, næstu vika, að ég var bara að gera svo ótrúlega mikið allan tíman, þú veist, ég var alltaf að gera eitthvað einasta degi og það var bara svona búm, alltaf að gera eitthvað og svo bara kom heim, þá bara hægðu svo mikið á og ég er náttúrulega bullandi símafíkil, þannig að ég er náttúrulega að fá beint í síman og bara dúmskóla, þú veist, ég get dúmskóla í burtu bara marga daga, mér finnst það pínu störlað, sko, hversu mikið svona bara ég festi þessi símanum. Fyrir utan það, mér finnst mest skeri við sko hversu mikið ég hangi í símanum. Mér finnst það ekki crazy að ég hangi það mikið í símanum. Mér finnst það crazy bara að þú veist bara í hvert skipti þú veist í hvert skipti sem ég fatta ég er að horfa á síman minn og ég fatta ég er að horfa á skjáin minn þá bara svona, þú veist, ég veit ég ætti ekki að vera að gera, ég veit ég ætti að setja síman minn niður en það bara, ég get það ekki. Það er bara svona, þú veist, heilinn fattar það og heilinn er bara svona, ok, þú átt að gera þetta en svo bara svona, þegar það kemur á höndunum þá er það bara svona nei, þú veist, bara hendunum bara gera ekki það sem heilinn vill gera. Mér finnst það kinda crazy bara að finna það, að vera meðvitaður hvað maður er að gera en svo bara svona gera það samt. Það er bara svona, ég veit ég þarf að leggja þess fram í síman, ég veit að það er slæmt fyrir mig að dúmskóla, ég veit ég þarf að gera eitthvað annað en samt af einhverjum ástæðum bara ger ég það ekki. Það er bara svona, að einhverjum ástæðum mér finnst mest crazy hluturinn við símafíkn og bara hvaða fíkn sem að það er stundum auðveldara að gera eitthvað en að gera ekkert og ég held að það sé eitthvað með að við gerum það sem við erum vön að gera en ekki það sem við viljum. Það er auðveldara að gera eitthvað sem við erum vön að gera ef við erum ekki vön að gera ekki neitt. Þú veist, ef þú ert ekki vanur að sitja inn í herberginu og horfa vegg í 2-3 tíma þá ertu miklu líklegri að fara á dúmskóla þó að það sé eitthvað í staðinn fyrir ekkert. Þú veist, að gera ekkert er í alvörinni ótrúlega erfitt ef þú ert ekki vanur því. Þannig að mér finnst það sturlað dæmi. Og fyrir utan það náttúrulega, ég ger ekki það sem mér langar til að gera. Eða, þú veist, ég ger ekki það sem ég veit ég þarf að gera til þess að ná markmiðunum mínum. Mér finnst það pínu sturlað. Til dæmis, ég veit ég þarf að gera eitthvað ákveðið. Ég geri það ekki. Og svo er ég bara eitthvað, af hverju gerði ég þetta ekki? Mér finnst það pínu crazy. Ég veit ekki hversu mikið ég á að tala símafíkn meira. En þetta er bara í alvöru hlutir sem ég áhuga á af því að ég díla við þetta sjálfur og ég er að sjá alveg ágætlega mikið af fólki bara á TikTok og eitthvað að tala þetta. Til dæmis að var þarna Petra Lifts, held ég, hún heiti, ég vona ég sé ekki að segja nafnið hennar villust. Hún postaði bara eitthvað, ég er bara með bullin síma, ég reyndar horfði ekki á allt vídeóið, ég verði ekki hana, ég kláraði ekki vídeóið hennar. Það var svolítið langt og langdreið og heilinn minn bara getur það ekki. En ég man samt eftir að hún sagði að hún væri með símafíkn og hún var líka bara pínu bara svona fuck, ég búin að eyða ég man ekki hvað hún sagði
Ég held að hann hefði verið búin að eyða svona 6 klukkutímum, svona 6-7 klukkutímum í símanum. Og ég hugsaði, ég var bara, vá hvað það lítið. Ég búin að eyða svona, ég held ég sé með svona, ég man ekki 20 klukkutíma eða eitthvað í símanum. Holy shit, sorry með mig. Já, ég var bara svona, ég er með 20 klukkutíma í símanum bara á síðast sólarhringnum, af því að þú veist, ég var að doomskrolla til, þú veist, 4 morguninn og svo sofnaði ég klukkan, þú veist, 5, vaknaði svo aftur klukkan 10 eða eitthvað og byrjaði bara instantlega að doomskrolla aftur og doomskrolla til miðnættis og þú veist, þannig fæ ég bara svona, ég var bara alltaf með símann opinn sem er pínu crazy. Þannig að leið og ég sá bara eitthvað, nei, þú sagði bara eitthvað, já, ég er búin að vera alveg bara í símanum í 6-7 klukkutíma á þú veist dag og fokk að mér leið ræðilega. Ég var bara, oh my god, finnst þér það mikið? Það væri bara geggjaður dagur hjá mér, sko. Þannig að já, símafeyk, Peter Lifts, já. Wow, ég er ennþá alveg bara með mikinn hósta, sko. En mér líður samt ekki illa, ég lofa. Ég er alveg, já, búin að vera smá vikur. Ég nenni bara ekki orðilega vikur. Já, símafeyk, tíma, hvað ætlaði ég að tala um mér? Fuck, ég veit það ekki. Gervigrind, Loki, já, ég tala um það. Gervigrind. Ég er alveg með mixed feelings á gervigrind, svona as a whole. Núna. En ég er 100% á móti svona, hvað segir maður, generative AI, svona, sem er bara skapandi gervigrind. Ég er alveg 100% á móti skapandi gervigrind. Eða þú ert að láta gervigrindina búa eitthvað til fyrir þig, þú veist, eins og þarna MS auglýsingin sem að kom út, bara eitthvað gervigrinda gotti. Ég skil ekki hvernig bara, þú veist, er fólkið þarna hjá MS bara það miðaldra og það bara svona heila dautt. Bara með mér líður eins og ef að fyrirtæki býr til auglýsingu með gervigreind á Íslandi, mér líður eins og það sé bara stærsta merki þess að fyrirtækið er svo out of touch við hvað fólk vill. Þú veist, ef að fyrirtæki er bara eitthvað, þetta lítur vel út, ég ætla að gera bara eitthvað með gervigreind, að það er miklu öðuldara og þá þarf ég ekki að ráða listamenn til þess að gera þetta og svo posta ég því bara. Það eru allir að fara að sjá það og það eru allir að fara að hata það. Þú veist, þú getur ekki bara að posta, ef þú ert stórt fyrirtæki, þú getur ekki bara að posta það. Þú veist, þessu gervigreinda gotta, það bara virkar ekki. Þú veist, fólk hatar gervigreind, fólk hatar skapandi gervigreind, bara eitthvað svona wow, sjáðu hvað ég gerði með gervigreindinni, sjáðu hvað ég bjóð til með gervigrindinni. Þú bjóst það ekki til, þú skrifar einhvern fucking texta, settir kannski einhverja myndir sem þú ættir að finna einhvers staðar og les gervigrindina gera þetta fyrir þig. Sorry, ég er mjög passífandi skapandi gervigrind. Það er alveg svona, ég dreg línuna eiginlega þar. Þú veist, ef þú ættir að láta gervigrindina gera einhverja list fyrir þig sem þú ætlar svo að nýta í auglýsingu eða þú veist, einhverja vöru sem þú ætlar að selja, please bara ekki. Ég veit það er auðvelt en fólk hatar það. Fólk hatar eitthvað sem er ekki með sál. Ef þú ætlar að selja reynda gömlu fólk geta þá er þetta kannski alltaf lagi, þú veist, en ef þú ætlar að selja ungu fólk geta þá verður að leggja vinnu í þetta. Að þú veist, það er enginn að fara að fíla málverk eða einhverja listaverk sem eitthvað vélmenni gerði, eitthvað svona large language model gerði. Þú veist, það virkar bara ekki. Þú veist, þú getur ekki. Þú veist, mér er alveg saman. Ég hef heyrt argumentið bara eitthvað, já, það myndi taka svo mikið tíma og þú veist, það myndi bara vera mikið vesen og eitthvað. Ég bara, já, that's the fucking point, bro. Þú veist, list tekur tíma. Ef þú ætlar að gera eitthvað vel, þá fucking tekur það tíma hálfvitin. Þú getur ekki bara hent ykkur inn í gervigreind og bara búist að fólk muni fíla það. Þú veist,
list ekki að vera efficient og vera, eða litlum pening. Fólk, það ekki list. Ef þú ætlar að búa til list, þá verður að gjöra svo vel að fucking eyða tími í það, eða allavega borga einhverjum öðrum til þess að eyða tími í það. Það enginn sem fílar gervigreinda list. Það bara, það ekki hægt. Ég veit það ekki. Ok, ég veit það bara ég mjög sterkar skoðun á þessu. En þú getur ekki bara sett eitthvað prompt inn í gervigreind og bara búist við að fólk muni bara fíla það, bara eins og list. Það bara, það bara virkar ekki hannig. Ef þú heldur það, þá ertu svo far out of touch að það bara ekki eins og fyndið, Þetta allavega mín skoðun á skapandi gervigreind. Og hún á bara enga stað í list. Og allir sem ég sé promóta þetta drasl bara fucking út með þig. Það sem ég get stutt, ég steð alveg, ef þú ætlar að vinna einhverja vinnu, skapandi gervigreind, fucking út með það, drasl, hata það. Ég get kænda skilið það í, ef þú ert að sína eitthvað, hei, við ætlum að gera þetta svona. Ég skil það. Það alveg góðu tilgangur með skapandi gervigreind. Að geta, sýnt kúnanum, hei, þetta hugmyndin okkar, við ætlum að gera þetta. Og kúnin getur það sagt, ok, ég fíla þetta eða ekki. Og svo getur ég tekið upp og það alvöru. Ég kænda skil það. Það svona eina sem ég sé við skapandi gervigreind. En önnur gervigreind, eins og ef þú ætlar að ein notkun að gervigreind sem ég get séð fyrir mér textagerð. Og ekki textagerð, heldur texta hvað segir maður, textasetning held ég. Þegar þú ætlar að setja texta undir vídeo, ef að gervigreind getur gert það ekki skapandi vinna. Sorry, ég ætti að snýta mér, en það bara engin pappir inni, þannig að too bad. En já, ef þú ert með gervigreind, þú getur alveg nota gervigreind en ég að búið til texta. Ég skil það, ef þú ert með vídeo og þú þarft bara að setja text undir það rosalega mikið tímavinna. Og ég skil alveg að þú myndir alveg, vilja nota gervigreindina í að bara texta eitthvað, ef þú ert bara, ef þú ert genuinely bara eyða 4-5 tímum í að texta eitthvað sitt. Þá get ég alveg verið, þá get ég alveg verið á bak við það að nota gervigreindina í það. Það alveg svona, allt svona færibandsvinnudót, allt sem í rauninni tekur tíma frá þér sem þú gæti verið að nota í að skapa eitthvað. Það alveg svona, ok, skil það, fattur þau. Og ég skil alveg svona gervigreindar eins og, ég nota rosa mikið voice isolation dót í DaVinci Resolve, það til dæmis gervigreindatól. Og það get ég alveg skilið og svona ég get skilið podcast klippu gervigreind, að klippa gervigreind með podcast. Ég myndi aldrei gera það sjálfur, en ég veit að það til gervigreindar sem getur klippt á milli tveggja hausa. Það samt ekkert mikil vinna. Ég myndi alltaf horfa á podcastið mitt, og hlusta það og klippa það bara meðan. Ég myndi aldrei setja ekki um gervigreind, bara því ég vil vita hvernig það kemur út. Það bara, ég vil geta horta á það og bara sé hvernig það að horfa á það. Tekið breytur að nefra, en ég kænda skil það. Það svona iffy dæmi, ef þú vilt að einhver horfi á eitthvað, þá átt að eyða tími í að, gera það vel. Það líka annað, ef þú vilt að fólk sé bara eitthvað, wow, þetta cool, þá getur ekki búist við því að ef þú ert að spara þér tíma og spara þér penning og eitthvað, að fólk sé bara eitthvað, wow, þetta cool, já, cool og ef manneska hefði gert það. Þannig að það líka annað. Ég held að fyrirtæki og fólk sem að heldur bara að þau geta notað, generative AI og skapandi gervigreind sem bara eitthvað svona substitute, bara í staðinn fyrir, að ráða listamenn í, að gera list, einhverja myndir utan á eitthvað, bara ef þau vantar einhverja, logo til dæmis og eitthvað svona, það engin, ég sé náttúrulega strax að eitthvað logo búið til af gervigreind, af því það bara, þú sér það bara.
allavega, það allavega mjög ef þú sér eitthvað logo, það alveg, þú getur alveg spottað, það góða líkur að það sé gervigreind sem gerða það en já ég held að það sé nóg með gervigreindina wow, hvað ég bara röddin á mér að fara, sko, ég þarf að fucking sofa, sko eins og eftir ég sé ekki að fara að tala þetta morgun eða stjú ekki, ég reyndar að funda okkar hóla, ég var búinn að skrifa eitthvað niður sem ég ætti að tala ég ætti að leyfa mér að opna síminn og opna notes TikTok-myndir uppkast hérna nenni að tala imposter syndrom já, heyrðu, reyndar, mér langar að tala þetta þetta eitthvað sem ég er búinn að vera að pæla ógeðslega lengi með ég var að tala þetta áðan, ég skil ekki hverju ég fattaði þetta ekki konseptið ég finnst mjög áhugavert konsept sem að ég er búinn að vera að hugsa mjög mikið út í er að ég allavega, ég veit ekki ég ætla ekki að segja maður af því að ég veit ekki hvernig annar fólk hugsa þetta en ég tek rosa mikið fram yfir það sem mér langar að gera og góli mín og markmið mín ég tek rosa mikið dót annara fram yfir það og það böggar mig rosalega mikið ég var einmitt að tala við félaginn minn bara áðan þetta hvernig eins og ef ég er búinn að plana eitthvað segjum bara að ég er búinn að plana eitthvað tökur fyrir verkefni sem mitt og svo kemur einhver annar og býður mér eitthvað verkefni sem ég vil raunin engan áhuga á að taka en ég fæ borgað fyrir það og þá er það svolítið no-brainer fyrir mig að taka þá frekar greita verkefni að þeim ég ger þetta for a living og mér vantar penning þannig að það er rosa erfitt fyrir mig að segja nei við penning en svo aftur á móti náttúrulega er ég að kompromissa draumana mína markmiði mín og allt sem ég er að ná með verkefninu sem ég er að gera sjálfur og ég er að taka alltaf vinnu fram yfir það og það böggar mig actually sjúklega mikið ég er ekki að segja að það er aldrei rétt að gera það náttúrulega sjálfsögðust ef þú bara að taka eitthvað TikTok fyrir þig bara ekki ég er búin að plana að taka 1 TikTok á þessum degi og einhver býður eitthvað verkefni sem að borga þér 1.000.000 kall ég myndi alveg sleppa TikTokinu fyrir það ég er ekki að segja að sé aldrei í lagi en fyrir mitt liti þá tek ég alltaf annara manna verkefni fram yfir mitt og meira sér ekki verkefni actually þegar ég pæli því ég bara hættum mig verkefni ég tek náttúrulega allt fram yfir það sem ég ætla að gera og mér finnst pínum vandræðilegt að segja að ég er að fara að gera eitthvað og standa á mínu mér finnst það ótrúlega vandræðilegt að standa á mínu og mér langar bara að hætta því honestly, mér langar bara að geta sagt bara nei, ég er að fara að gera þetta ég þarf að gera þetta, ég á búin að plana þetta og þú verður bara að bíða eða þú verður bara að gera eitthvað án mín eða ég verður bara að segja nei af því ég á búin að plana þetta þetta er bara vinnudagurinn minn og wow, eins og bara ég er að tala þetta núna mér finnst þetta crazy mér finnst þetta mjög embarrassing að tala þetta en það er eitthvað held ég sem að ég þarf að tilengja mér er bara að segja bara nei, ég er að gera þetta að því fæði alltaf frá fólki bara þú þarft ekki að gera þetta þú getur alveg komið með mér að gera eitthvað þú þarft ekki að vera að pæla í þessu þú getur alveg gert þetta seinna eða og þá hugsa ég alltaf já, ég get alveg gert þetta seinna og hvað verður seinna? Það verður aldrei þannig að þetta er alveg eitthvað sem ég langar að tilengja mér er bara að segja nei af því ég held ég sé orðin of góður í að segja já að núna líður mér illa að segja nei og líka bara það, mann líður alltaf svona pínu illa við að segja nei við fólk að þetta er alltaf svona mann líður alltaf eins og maður segja nei við fólkinu sjálfu en ekki sorry, ég var með plön og ég þarf að gera þau ég er ekki að segja nei við manneskinu sjálfur ég er bara að segja nei við plönunum sem manneska var að bjóða mér elska manneskinu og hvað en mann svona líður alltaf pínu þannig að ef maður er að segja nei á manneskinu og svo náttúrulega er þetta alltaf hræðslega með að vera ekki búið með næst það er líka alveg svona stór partur að því er að oh shit, ef ég segi nei núna
mun þá manneskjan hafa samband um mig aftur. Ég veit að það hljómar ógeðslega stúpid og ótrúlega svona, hvað segir maður, svona hvað segir maður, óraunverulegt, svona ekki súrrealist, óraunverulegt, hljómar svona maður, ég er búin að týna orðinu, svona ég er búin að gleyma eitthvað, what the allt og seintir þetta sko. En þetta er bara ég þarf ekki að hugsa neitt. En já, mann líður alltaf svona smá svona illa að segja nei við fólk og ég held ég þurfi bara að læra að setja mörk og ég veit ekki, þú veist, ég hef aldrei held ég verið priorityð í lífið mínu. Vá, hvað er steikt að segja það. Ég hef aldrei verið priority í lífið mínu. Það er alltaf bara svona, ég er alltaf, ég hugsa ótrúlega vel um það sem ég er að gera frá aðra. Ef ég fyrir verkefni, ef ég fyrir einhvern annan, þá er ég bara, ok, já, þú veist, ekki máli, þú veist, við getum alveg gert þetta og bara segja já öllu og gera. Og, þú veist, ég beila aldrei á verkefni á öðrum og, þú veist, ég gerir allt fyrir verkefni annara og segja alltaf já. Og ég þarf bara svolítið að læra að segja já við sjálfum mér, held ég. Og til þess að geta sagt já við sjálfum mér, þá er held ég orðið nei. Og svo þarf ég líka bara svolítið að bara byrja að gera það sem ég segi svolítið að gera. Þú veist, það er rosa oft sem ég segi nei, bara ég get ekki svo upptekinn og svo er ég bara í símanum. Og ok, já, ég ætti ekki að segja þetta hérna, en þetta er allavega raunveruleikinn, þetta er jafnkastið, þetta er raw ég. That's the point með jafnkastinu. Er að þetta er ekkert klift og ég bara segja sem að kemur út á munnum mér og sé bara eftir í seinna. En það er rosa oft sem að ég segi, og ekki oft, en það er alveg svona, það hefur komið fyrir að ég hef bara sagt nei við verkefni og verið harður á því, bara nei, ég get ekki, bara ég þarf að gera þetta og svo bara verið heima að mér í símanum og ekki gert neitt og ég hata það er alveg bara ömulegt, það er líka svona ömuleg tilfinninga meðan maður er að skóla. Þú veist, það er líka það sama og ég sagði, þú veist, í byrjun er að maður svona veit að maður er að gera það og maður veit að maður ætti að vera að gera eitthvað annað en maður er samt bara svona, það er auðveldar að bara halda áfram því sem maður er vanur, það er bara svona auðveldarleiðin, bara svona default leiðin, maður líður bara eins og maður sé á bara sem er bara hrifsta með sér og maður bara getur ekkert stjórnað hvert maður er að fara, maður er bara með ánni og það er bara miklu auðveldar að vera með ánni ennþá heldur en að grípa einhvern stein og þú veist, koma sér upp á yfirborðið eða þú veist, upp á bakkaðan eða eitthvað. Þannig að það er alveg kinda crazy dæmi sko. Já, þetta er allavega eitthvað sem að mér langaði að tala um er bara, þú veist, líka reynda það að traust, þú veist, það er ekki nóg með það að þú veist, maður leggir sig allan fram fyrir einhver aðra og gerir svo ekkert fyrir sjálfan sig. Þú veist, ég líka dílar rosa mikið við það að ég treysti öðru fólki miklu meira fyrir hlutum þó að ég veit að ég sé betri í einhverjum ákveðnum hlut heldur en manneskjan. Það er alveg áhugavert dæmi. Já, þetta er bara hressandi. Það er bara gaman að hlusta þetta með þú borða matinn eða eitthvað, ég veit ekki hvað það er að gera. Já, traust. Mér finnst það er pínu crazy allavega hjá mér, ég veit ekki, ég get náttúrulega ekki tala fyrir neina aðra en þú veist eins og ég á ótrúlega auðvelt með að setja traust í annað fólk fyrir einhverju sem að þú veist ég veit alveg að ég geti gert, þú veist, þetta er svona þú veist, ég gerir mér oft ekki grein fyrir því að annað fólk er eins og ég, þú veist, annað fólk er bara fólk eins og ég og það er rosalega erfitt þegar það kemur að einhverju, þú veist, það er bara svona, ó, ég treysti þér bara, þú veist, þú gerir þetta bara
og þú veist, ég hef alltaf hugsað bara já, þú veist, fólk hlýtur að vita alveg hvað er að gera, þú veist fullorðið fólk veit alveg hvað það er að gera sjálfsögðu, það er fullorðið, fattar ég af hverju ætti ekki að vita hvað að gera og ég, núna held ég loksins alltaf svona byrjar að fatta að allir eru bara eins og ég þú veist, það er allir bara að reyna að gera sitt besta svolítið, og það er engin fullkomin, það er allir bara eitthvað, oh shit, þú veist, að reyna að gera sitt besta og svolítið bara svona að reyna að finna út úr hlutunum á meðan þeir eru að gerast og að því, þú veist, ég hef alltaf verið með þetta mindset bara að annað fólk veit hvað það er að gera og það er alveg svona smá hressandi að sjá fólk gera mistök að því það svona neglir í mann svona aðeins meira bara eitthvað svona, já, ok þú veist, það er eiginlega allt fólk eins og ég þú veist, það er bara svona, það er allir bara að reyna að finna út úr hlutunum og bara svona svolítið að já, bara svolítið að gera þessi besta og maður gleymir stundum bara að fólk sé þannig ég veit ekki hvað ég að segja meira þetta er bara svona þú veist, já ég treyst alltaf öðru fólki fyrir hlutinu sem að ég ætti kannski ekki að treysta því fyrir af því að þú veist, já, annað fólki er bara alveg eins og ég og er bara eitthvað að reyna að gera sitt besta og gera mistök og já ég veit það ekki ok, ég nenni ekki að tala lengur ég er alveg bara, ég byrjar að hosta bara í öðru hverju orði og ég er að vera rosa þurr bara í hálsinum og klukkan er líka kortir yfir 2 sko hvað er leiði langur tími ég ætla að leiða mér að tjekka hálftími eftir shit, ég þarf að kíkja í bókina sjá hvort það sé eitthvað hérna mér langar að tala um þetta mér finnst þetta ég veit ekki, kannski minkar þetta nei, ég veit það ekki nei, mér finnst þetta ógeðslega fyndið ég er búin að vera að segja þetta rosa mikið en ég nota þetta aldrei ég ætla að lækka sæti hérna svo að þetta er svona ákveð hugafar sem að mér langar mjög mikið að tilengja mér er að það sorry það er ekkert dýrt það er ekkert til sem heitir dýrt þú ert bara þú græðir bara ekki nú mikið af peningum og þetta er rosa mikið hlutir sem ég langar rosa mikið að nota á kunna af því að þú veist, ég fæ rosa oft synjun á verkefnum af því að það er ódýrt eða eitthvað sem ég er að gera og mér líður eins og svona creative markaðurinn á Íslandi sé rosa mikið bara svona rönnandi á 10 sköllum sko það er rosalega sjaldgæft sem ég fæ verkefni sem borgar eitthvað meira heldur en einhverja 100 skall, 200 skall og ég hata það honestly það er alveg ótrúlega böggandi og mér langar stundum að segja við fólk sem er bara eitthvað oh my god, þetta er svo dýrt eitthvað, jæra þú veist, er eitthvað betra sem þú getur gert fyrir okkur mér langar rosa mikið að segja bara too fucking bad bro, bara þú veist, ef þú átti gefni þá bara átti gefni á þessu, þú veist þú ferð ekki inn í einhverja verslun og biður verð og svo er þetta bara eitthvað, ó nei, þetta er alltaf dýr það er þetta mistök að mér að segja Íslendingar eru rosa mikið að gera það er alveg bara þú veist, Íslendingar eru þekkti fyrir að biðja afsluti sko, það er alveg ég heyri einhverja sögu frá einhverjum ég held að það var einhver gæði sem átti verslun sem var að tala við Dana sem var að selja sama dót hjá honum í Danmörku og íslenski gæðin segir bara eitthvað, já, ég með þetta, þú veist, á afslætti og þú veist, svo þegar ég geti gert, þú veist, gefið afslætti af þessu og eitthvað svona og Danin bara eitthvað, ha, af hverju? Og íslenski gæðin bara, já, þú veist, fólk biður afslátt bara og þú veist, og ég er að gefa afslátt og eitthvað svona og Danin bara, hverju fokkanum er þetta að gefa afslátt? Og Íslendingunum bara að þú veist, maður gera það bara eða fólk biður það og maður þarf að geta gert það og allir biður það og Dani bara
Þú veist, af hverju þetta gefa fólki afslátt? Það er svo heimskulegt. Og það alveg fekk mér til að hugsa bara eitthvað, já, af hverju erum við að gefa afslátt af hlutunum okkar? Og þú veist, jú, það er kannski eitt er þú veist, með verslun, með hluti sem þú ert að selja. Og þú veist, það er kannski ekki eitthvað crazy hlutur að gefa afslátt af kannski einn hlut. Þú veist, ef þú ert að flytja það inn eða eitthvað. En leiðu þú ert komin í þú veist, business eins og hjá mér, það sem ég er að selja tíma minn, ég er að selja orkunum minna, ég er að selja kunnáttunum minna, þú veist, ég er að selja það að ég kann að búa til dót, ég kann að búa til, þú veist, góð vídeo, ég kann á lýsingu, ég kann á myndaldum minna, ég er að koma með búnað upp á marga milljónir, þú veist, í tökur og það er ennþá bara eitthvað svona, bara er 50 skallir þetta, eða 100 skall eða eitthvað, þú veist, og svona, og ég er ekki að segja 100 skall sé lítill peningur, en svona miða við að ég sé búin að eða 10 árum í að safna reynslu í þessu bransa og ég á búna fyrir marga milljónir og þú veist, ég er að fara að gera stöff fyrir þig sem að myndi kosta miklu meira út í útlandum, þú veist, það er pínu crazy að vera bara þetta er svolítið dýrt, þú veist, fuck that shit, mér langar alveg pínu að losna við þannig kuna, sko, og ég hef alveg fundið fyrir því, þú veist, ef þú serð einhvern mann eitthvað svona, þú veist, ódýrustu kunnarnir eru með mesta vesinnið og dýrustu kunnarnir eru bara bestu kunnar sem þú getur verið með. Það er ekki lygi, án fucking jokes. Kunnarnir sem borga fullt verð og þú veist, og bara borga fullt verð og borga mikið eru kunnarnir með minnsta vesinnið, honestly. Það er bara þú veist, besti kunnin sem þú getur verið með er kunni sem borgar mikið. Kunni sem borgar lítið er að búast miklu meiru. Kunni sem borgar mikið veit alveg hvað hann er að fá. Hann veit hvað þú ert, hann veit hvað hann er að borga fyrir og hann borgar til, þú veist, hann borgar rauninni fyrir tröstið þitt. Þú veist, hann borgar af því að hann treysti þér til þess að gera gott. Hann borgaði til þess að hann borgaði af því að hann treystir þér og hann treystir vinnunni sem þú ert að gera. En ódýrkunni er alltaf að fara að vera stressaður yfir peningnum og hann finnst þetta ógeðslega mikið peningur og þú veist, my god, 50 skall, það er alltaf mikið og þú veist og ódýrkunni er líka sérstaklega kunnin sem er by far líklegastur til þess að beða þig eitthvað meira eftir á, þú veist, þú mættir á svæðið og þú veist, og þá heyrir maður, já, getur ekki líka tekið einhverja myndir og eitthvað, þú veist, líka og svo erum við með þetta aukarlega og eitthvað svona. Það er ándjóks alltaf ótrýstu kunnin og svo náttúrulega er hann aldrei tilbúin að borga yfir það aukarlega. Vá, ég ætti bara virkilega að vera heima að sofa, sko. En hei, jappkastið, do it for the jappkast, sko. Það er rosalegt, sko. Þannig að, já, það er alveg cheap klientinn verður alltaf dýrari. Þannig að, já, það er alveg, mér langar rosa mikið að losna úr kunnum sem borga lítið af því að þeir eru bara mestu hausverkurinn, sko. Bara, sorry ef þú borga lítið og ert partur af þessu, það er bara rétt, sko. Mér langar í klientina sem borga mikið og eru næs. Vá, ég er bara að fá í hálsinn bara hvert eina skýt sem ég anda út fæ ég bara í hálsinn. Sem betur fyrir getur þú ekki smitast það þú er aftur myndalega en já, ég held sér gaman. Þetta er líka bara af því að ég er að vera þurr í munnum, sko. Ok, 20 myndir eftir. Nenni ekki að tala um imposter syndrom. Já, tala um Dunning-Kruger. Já, tala um já, fuck it. Tala um Dunning-Kruger effekt og rock bottom. Dunning-Kruger effekt, eða þú veist ekki hvað það er tíma það er línuritt og á uppaksinum ertu með hversu mikið þú heldur að þú vitir versus hversu mikið þú veist eða kannt hversu mikið þú heldur að þú getur, hversu mikið þú kannt.
og þú ert með línu sem fer svona upp af því að þegar þú byrjar í einhverju hobbyi þá lærir þú ógeðslega mikið af hlutum ógeðslega hratt og þú heldur bara svona wow, ég er búin að læra ógeðslega mikið og þú veist, það er rosa mikið af dóti sem þú getur tilengað rosa fljótt og það er bara svona wow, nú veit ég ógeðslega mikið af dóti og þú veist, nú kann ég ógeðslega mikið og ég er bara bestur og eitthvað svona, þú veist, það varst á toppnum á kurvunni en þú kannski, já, þú veist frekar lítið en þú veist, þú heldur og vitur ógeðslega mikið þetta er kallað top of the curve af því að það kemur svona kurva niður eða svona skál niður og þetta táknar að þú veist þegar þú ert komin upp á hæðina þá heldur þú bara að þú vitir allt og þú ert bara ógeðslega sniður og þú ert bara svona wow, hvað ég veit mikið og þú veist bara svona ég vissi ekkert í gær og nú veit ég ógeðslega mikið og svo byrjar að læra bara eitthvað já ok, það er alveg fullt af hlutum hérna sem eru bara og þú veist, þú byrjar að læra miklu meira en þú heldur og vitir miklu minna eftir því svo læri meira eftir þú ert komin upp á toppinn og svo byrjar að fara niður aftur og svo er þetta bara oh shit, þú veist, það er ógeðslega mikið sem ég er að læra og það tekur ógeðslega langan tíma og eitthvað svona og svo, þú veist, á endanum á kurvunni þá fer það svona hálfleiðina upp ekki alveg jafn hátt og þú veist fjallið en það kemur svona hálfleiðina kannski og þá veistu ógeðslega mikið en þú heldur og þú sést svona kannski rétt frá að miðju og þetta er sett Dunning-Kruger effektið er sett þetta top of the ég held að sé hvað þetta Mount Stupid fyrir þetta hvaða substitute með þessum en þetta er svona að kurvan er þú veist upp og þá bara wow ég veit ógeðslega mikið og svo fer það niður þú veist eftir að þú lærir meira og meira og svo endur þar í miðinni þú veist uppi svona rétt frá miðju með á hvað þú heldur og þú vitir en þetta er svona svolítið curse sem ég er búin að vera að ströggla við er að þú veist ég veit að ég veit ógeðslega mikið ekki og það er ógeðslega erfitt svona þetta er svona pínu imposter syndrom sem maður er að díla við af því að þú veist ég veit ógeðslega mikið og það er þú veist alveg ótrúlegt hvað þegar maður byrjar að tala við venjulegt fólk og byrjar að tala kannski við aðra sem er í sambandi og þú veist þeir eru bara vá hvað þú veist mikið og bara eitthvað svona þú veist þetta er bara crazy dæmi en þó ég viti mikið þá veit ég alveg að það er alveg fokk mikið af hlutum í viðbót sem að ég veit ekki þú veist ég er ekkert í 3D-vinnslu eða þú veist ég er rosa lítið í grafikvinnslu eða eitthvað svona þú veist og það er alveg svona hluti sem að ég þarf að bæta við mig þannig að þú veist þó ég veit ógeðslega mikið þá veit ég að það er ógeðslega mikið í viðbót sem að mér vantar þannig sé sko þannig að þetta er svona óþægilegu staður til þess að vera á ég væri alveg til í bara að vera á Mount Stupid en svona er þetta kannski er ég á Mount Stupid actually nei kannski er ég bara á Mount Stupid með ógeðslega lítið sjálfstraust það getur líka bara alveg verið kannski er ég bara svona á byrjunum á kurvunni en bara ógeðslega mikið niður nei, ég veit ekki það er rosa erfitt náttúrulega að staðsetja þetta sjálf á þessari kurvu ég held að ég sé einhvers staðar á leiðinu upp eða á leiðinu niður kannski, ég veit ekki sjáum til já, ég veit ekki hvað ég segja þetta er svona óþægilegt stað til að vera á að það maður er alltaf svona þetta er líka kannski með sjálfstraustið þú veist, maður treystir sjálfum sér minna af því að maður veit ekki ógeðslega mikið en maður kannski veit alveg meira nóg til þess að taka verkefni að sig fattur þannig að hitt sem ég langar að tala er eitthvað sem að ég upplýði daginn og ég er pínu ennþá að upplifa en ég er að vinna í gegnum þetta er að þetta er svona besta motivationið er að hitta rock bottom sko vá, ég var alveg á rock bottom daginn bara ég átti engan pening og þá meina ég engan pening sko það var bara ég held að einhverju 1000 gallar eftir hjá mér sko og það er allt sparreikningum allt setið mér sko núna reyndar er ég búinn að fá borgað út nokkur verkefnum og þú veist ég kom með einhver 100 skall út allt og þannig að ég er svona alveg ég er ekki jafn fucked og ég var en þegar ég var bara með þú veist 2000 skallin á reikningum mínum og that's it það var alveg smá svona holy shit nú verði ég að gera eitthvað og það var líka alveg bara svona ok, heyrðu, ok, þú veist, nú verði ég að lonsa námskeiðinu, þú veist, það var þarna ljósmynd 101
það var alveg svona, ok, shit, ég þarf actually að láta það virka og það var líka bara svona samanleiti og ég var alveg, þú veist, ég þarf að búið auðlýsingar fyrir þetta og það alveg, þú veist, rock bottom alveg geggjuð leið til þess að vera bara til þess að fá þig í gírinn, sko, þú veist, ef þú ert búin að prófa allt til þess að fá motivation og ekkert virkar prófaðu bara að fara á rock bottom prófaðu bara að vera með engan peningin á bankareikningnum og vera bara með allt að feila það alveg góður motivator myndi ég segja, það alveg gott að læta þér í bara eitthvað, þú veist, hei nú verður að gera eitthvað, af því að ef þú gerir það ekki þá ertu að fara að skulda skattinum og eitthvað shitið, sko, þú veist, það ekki gaman þannig að, jú, ég held ég hefði alveg getað fyrir nér ég hefði getað verið í einhver skuldi skattinn og þú veist, það hefði fucking suckað, sko sem betur fyrir lendi ég ekki í því þannig að ég var ekki alveg á rock bottom ég hefði alveg getað farið lengra niður en ég var svona pretty much on rock bottom að, þú veist, ég átti engan pening, sko eins og ég segi, núna á ég eitthvað smá að ég er búin að fá borga á reikning neður og verkefnum og og ég eftir að fá borga út úr nokkrum öðrum verkefnum líka þannig að ég er alveg ágætlega góður núna svo sem, wow, ég er að sofna, sko ég finn alveg bara svona augnlokin mín það er ennþá að vera að grínast í mér að ég sofnaði í buggy á Hólinsvöktinni holy shit, sko nei, mér var búið einhverja buggyferð og ég ennþá sagði já bara þegar alltaf ekki og ég var náttúrulega búin að sofa ógeðslega lítið síðustu daga og ég var náttúrulega bara ég farið þessu á buggyinum og einn gæi úr sveitinni, ég ætla ekki að nefna nöfn en einn gæi úr sveitinni var að keyra og hann keyrir ekkert eitthvað sjúklarhatt, hann keyrir bara freka vel hann er ekkert eitthvað svona extreme driver eða eitthvað svona og my sleepy ass sopnaði í buggybílnum á ferð og ég vissi ekki hversu lengi ég hef verið sofandi, sko ég er náttúrulega bara, þú veist bara augnlokin mér voru orðin ógeðslega þung og ég bara lognaðist út af og svo bara vaknaði ég og við vorum ennþá held ég að keyra eða kannski vorum við að stoppa eða eitthvað svona og ég hugsa bara strax bara fuck sopnaði trúis ekki bara það hefði verið bara þú veist ég vona hann tók ekki eftir þessu og ég hugsaði bara strax bara fuck ég vona hann tók ekki eftir þessu man. Það er ógeðslegt lukk fyrir maður að sopna í buggybíl, sko og hann segir ekki neitt og við förum bara út og kíkjum á okkar og tökum myndir og eitthvað svona og svo þegar við erum að fara í og ég er bara búin að gleyma þessu þá ég var bara svona ekkert að pæla sér einhver ég var bara ok, það sagði ekki neitt og svo þegar við förum aftur í bílinn í buggyin þá segir það við mig bara eitthvað já, ætlar að sofna aftur og þá var ég bara fuck hann tók eftir þessu og ég man ekki hvað ég segi og ég held ég hef ekki skilið alveg spurninguna fyrst skipti en svo klikkaði í mér og bara eitthvað fuck, já, ok, hann fattaði það og svo var eitthvað að gera mér þegar við komum tilbaka bara já, þessi, ég keyri svo vel þessi sofnaði bara í buggy og það var alveg bara eitthvað, þú veist það er allir bara eitthvað sofnaðir í fucking buggybíl og ég bara eitthvað, heyrðu, þú verður að skilja, sko ég er ekki búin að bara, ég var ekki búin að sofa meir en sko 4 tíma hverja nótt, alveg bara svona 4 nætur fyrir þetta, sko þannig að þetta var bara ég var í fokki, sko þannig að það er ekkert skrítið ég hefði sofnað, sko það var aðri voru bara hvað ég gangi, sko vélinn í buggybílum er samt rosalega stöðu, sko hljóðið er alveg bara þú veist, það er bara eins og white noise, fattur þú veist, ef hann er ekkert að keyra hratt þá er það bara þú veist, og þú rótast við það, sko ég er sem ekki að fara að prófa það aftur, sko það var bara, ég var svo ógeðislega þreyttur ég bara lognaðist út af í buggybíl með fucking hjálm á mér og eitthvað shit, sko það var bara, þú veist það var sjúklega kósí, sko það er gaman að sofa í buggybíl Vonandi fæ ég að gera það aftur Nei, ég man svona pínu eftir ég var bara svona hljóðið líka bara svona lækkaði einhvern veginn í eyrunum mér þú veist það var bara svona ég veit ekki, þú veist þegar maður er að sofna þá bara svona lækkar allt í eyrunum á manni og svo bara svona lognast maður út af
Og svo bara svona, fyrir voljum aftur upp þegar maður vaknar. Shit, sko. Já, það ennþá verið ekki gengið því. Þetta var enda bara í sumar, en það já. Verið að segja, Ölfur sofnaði í böggibíl. Og allir bara eitthvað, ha? What the fuck? Við sofnar í böggibíl, maður. Þannig að já, ég hef sofnað í böggibíl. Ef þetta einhvern veginn böggibíl, ég myndi að sofa í því. Þá veistu hvernig, já, mér leið. Anyways, ég veit ekki hvað ég segja bara. Ég kláraði allt sem ég ætlaði að segja mjög fljótt. Ég var líka með einhvern texta held ég skrifa niður í einhverja bók sem ég hreinlega glemt að koma með. Wow, ég er að pína út af hana þátt sko. Ég vonaði þið vita að ég er að peina hana þátt út af mér. Ef að ég væri ekki í þessu, þá væri ég farin heim að sofa sko. En ég var búinn að lofa mér að ég myndi taka þátt núna. Af því ég ætlaði að taka þátt þegar ég fór á vesturina. Ég tók allt með mér til að taka upp á vesturinum. Ég fór að elda sólmyrkvann. Fór heim áður en ég hafði takið fyrir til þess. Svo ætlaði ég að taka áhálendisvötnin líka. Tók allt með mér til þess að taka upp jafnkast. Tók ekki jafnkast. Ég er já, heyrðu. Ég fór upp á Hengil og ég ætla að taka jafnkast þar. Kemur ekki ljós að súmmin var með 1 strik á batteríinu. Og ég bara, ok, það er ekki að fara að duga fyrir klukkutíma. Ég er ekki að fara að setja í gang til þess að taka í minni klukkutíma sko. Þannig að ég þurfti að beila það. Þannig að þetta er í rauninni 3. eða 4. skiptið sem ég er að taka jafnkast þátt. Og ég ætla að hafa það á einhverjum óvæntum stað sem að ég reyni mögulega næst að gera. En þetta er bara inn í bíl af því að mamma er veik heima og ég reyni ekki að fara heim að taka upp þar. Vá, hvað ég er að sofna sko. Hvert eru við komin? 50 það er, ok, 8 mínútur. Ég ætla að hvað get ég jappaði með 8 mínútur? Ég þarf að jappa þegar ég er betur sofinn og ekki ógeðslega þreyttur. Vá. Já, mér langar að ég er rosa mikið að pæla í þessum punkt sem ég var að tala áðan sko. Mér langar rosa mikið að bara að stick to the plan. Það er bara svo erfið þegar maður býr ekki einn sko. Maður er alltaf með mömmu heima og ég get ekki tekið upp þegar mamma er heima. Og svo sérstaklega þegar hún verður veik. Þá náttúrulega er ekki hægt að taka upp í marga daga því hún er bara heima inni. Þannig að já. En þú veist, það er líka mér að kenna. Það er alveg, ég fekk alveg fullt að tækja fyrir að taka upp þegar hún var ekki heima, þú veist, yfir vinnudag og eitthvað svona. Þannig að ég er alveg búinn að fá hellinga tækja fyrir og ég þarf líka að laga söpbrútinuna minna, þú veist, eins og núna klukkan er að vera 3, takk fyrir sko. Og já, ég er búinn að lofa að ég myndi gera þetta. Þannig að það er eitthvað, ég er að reyna að pumpa þætti bara til þess að vera með þáttinn inn á sko. Þannig að já. En já, ég þarf að byrja að bara setja markmiðið mín í forgang, held ég. Ég held að það sé góð leið til að segja. Bara setja markmiðið mín í forgang. Allt annað kemur á eftir. Bara ef eitthvað fer fyrir bara, þú veist, þá verði ég bara að segja nei. Þetta er bara social media dagurinn minn. Það sem ég posta á social media. Og ég verð bara að segja nei við þessi sem þú ert að bjóða mér. Og bara hætta að hlusta á fólk. Líka bara hætta að hlusta á fólk þegar það er að gera lítið úr því sem ég vil gera. Ég er líka mjög leiður á því að heyra, þú veist, þarft að gera þetta, þarft að gera þetta. Af því að það actually lætur mig hugsa, þarf ég að gera þetta. Og svo hugsa ég, ég getur örugglega að finna einhvern annan dag fyrir það. En í raunveruleikanum þá er ég rosa mikið að eyðileggja fyrir mér með að hugsa þannig. Og líka bara
ég er rosa mikið að reyna að snúa við þessu hugafari að þú veist, þegar ég bið einhverja mannesku eitthvað, þá er ég að bögga manneskuna og þú veist, ég á að skammast mér basically. Þú veist, það er bara hugafari mitt, er bara ef ég pikki einhvern til þess að hjálpa mér með eitthvað, þá er ég dick, þá er ég bara að reyna þú veist, rífa því burtu frá sínu og þú veist, ég er bara ógeðslega leiðileg manneskja, fattarðu. Þú veist, það er það sem ég hugsa þegar ég bið aðstoð. En svo þegar einhver annar biður mig aðstoð, þá þarf ég að droppa öllu, annars er ég fokki mikið dick. Og það er bara eitthvað sem ég þarf að vinna í. Þú veist, ég þarf að vinna í því að ég má biðja aðstoð. Ég er ekki dick fyrir að biðja aðstoð. Og það er bara sjálfstætt mál fyrir mig að biðja aðstoð. Og bara sömuleiðis að einhver annar biður mig aðstoð og ef ég er í alvörinu upptekinn og ég er í alvörinu búin að plana eitthvað og ég er bara í alvörinu að fara að gera það, þú veist, þá verð ég bara að segja nei. Þú veist, ég þarf að bera viðurkenningu fyrir sjálfum mér, bæði í þau skipti sem að ég þarf aðstoð og þegar ég bið einhvern annan aðstoð. Bara þú veist, ég þarf að hætta að ýta mér niður í báðum scenariónum. Þú veist, ég þarf ekki að vera dikt til þess að segja nei við, þú veist, aðstofum. Og bæði, þú veist, ég þarf ekki að vera dikt fyrir að biðja aðstof. Það er alveg svona, ég er alveg freka mikið búin að vera að hugsa það síðustu daga og vikur kannski líka. Og já, ég þarf rosa mikið að harka mér þetta bara, ég er líka bara ekki fyrir neinum og svo bara, þú veist, ég má taka pláss. Vá, ég byrjar að hljóma svo stelpu podcast núna, holy shit. Stelpur er alltaf, ég heyr alltaf stelpur segja þetta, ég má taka pláss, ég má vera frek og ég má vera til og eitthvað. Og ég ætlaði að fara að segja það hljómar ógeðslega cringe, en þú veist, að gera það. En það er líka bara ógeðslega satt. Þú veist, ég má taka pláss. Þú veist, ég má vera ég og ég má biðja aðstoð við það sem ég langar að gera. Og ég má taka markmiðunum mínum alvarlega. Já. Ég held að það sé svolítið takeaway, sko, frá þessum þætti er þetta að ef þú ert með einhver markmið þá þarftu að setja þau í forgang og maður þarf að læra að segja nei og sérstaklega bara, þú veist, maður þarf aðalega að læra að segja nei þegar maður er með eitthvað sem maður planaði sjálfur og þarf að gera einn, þú veist, og svo þarf maður líka að gera það er ekki nóg að vera bara eitthvað, oh my god, ég plana þetta, segja nei við öllum verkefnunum og svo bara ekki gera það. Það er kannski mögulega ástæðan af hverju ég bara ógeðslega erfitt með að blokka út tíma því ég geri vilt ekki hlutin sem ég er búin að segja að gera. Og þá er þetta kannski líka punktur með það að byggja upp traust í sjálfum mér. Það er alveg, þú veist, ég þarf að byggja upp traust í sjálfum mér til þess að, þú veist, ég þarf að treysta að ég geri hlutin sem ég sagðist að gera. Þú veist, leið að það er farið eða, þú veist, alltaf þanga til, þú veist, það byggist upp, þá held ég að muni alltaf líða bara illa fyrir að segja nei við einhvern annan af því ég veit að það eru basically, þú veist, 5% líkur að ég geri það sem ég segist að gera. Þannig að, já, ég held að það sé grunnurinn. Þetta var gott session. Ég held ég sé alveg búin að finna lausna bara á vandamálum mínum. Holy shit, ég þarf að gera þetta oftar. Kannski einu sinni í viku, ég veit það ekki. Ég er í ándjóks, bara byrjar að pæla að gera jafnkast einu sinni í viku. Bara gera þetta weekly thing. 59 mínútur, yes. Bara gera þetta bara vikulegum hlut. Ég held að það er ekkert eitthvað stupid pæling, sko. Þá myndi season líka alveg mega sens. Og það líka tekur bara klukkutíma. Þú veist, ég dúmskóla fucking 16 klukkutíma dag, sko. Þannig að ég geti alveg bara sest niður og fucking tala eitthvað í kamerunni í klukkutíma í staðinn. Þannig að, já. Ætli ég sé ekki í næstu viku eða eitthvað. Bara til að klára seasonið með allavega 10 þáttum. Ok, kannski ómikið gól.
einu sinni ég gæti það alveg. Það eru meira en 6 vikur eftir. Eða ekki, jú, ef þetta er 3. þátturinn þá er ég 6 þætti viðbót. Holy er ónýtur sko. Ég lofa að næsti þáttur er betri. Þetta er rosa mikið bara svona til þess að það komi þáttur út. Ég sé ég komin yfir klukkutímann. En mér langar bara að útskýra það að þetta er svolítið þáttur bara þú veist, ég ger þessi þáttur var rosa mikið bara ég að hosta og eitthvað og vera kvefaður og eitthvað en það er bara svolítið þannig, þú veist, líka bara stundum þarf maður bara að harkita á sér og ef þið höfðu þetta þá bara, þú veist, fuck you minn þáttur, ég má segja það sem ég fucking vil. Það er the beauty of the Yapcast er að það er enginn að fucking segja mér hvað ég má og má ekki segja. Þannig að þú fílar ekki hennar þátt, fokkaði þér án jokes. Og þú fílar hennar þátt, fucking cool, love you. Ég vona að það er notið hans. Ég er að sofna. Ég ætla að slaka kamerunni og fara fucking heim að sofa. Holy shit. Já, ég er að taka upp á Insta360 by the way. Þess vegna eru myndgæðin umuleg. En hei, ennþá samangamla hljóðið. Þannig að, þú veist, þó að ég sé cooked þá er mækin ennþá eins. Ég held að það sé svolítið signature af Yapcastum er að jappið þarf að vera í góðum gæðum. Ekki myndin. Það er plús ef myndin er í góðum gæðum. En jappið, það verður að hljóma vel í jappinu. Þannig að ég ætla líka að finna mér einhverja aðra hljóðupptökugreið sem ég ekki tengt hana með að H5-in er svolítið ömlur. Það er reyndar eitt sem ég langar að tala um til þess að lengja þáttinn aðeins meira. Ég var daginn í viðtalstökum svona Instagram, TikTok viðtalstökum, svona auglýsingadóti og það var svona manneski sem ætlaði að segja bara eitthvað fyrir fram á kameruna. Anyways, ég mæti í tökur, þetta var svona seinni tökurnar. Ég mæti í tökur, setja allt dótið mitt upp og bara allt perfekt. Og ég glemdi, grunnurinn af þessum mistökum var að ég glemdi minniskorti í græjuna minn heima. Þannig að ég reyna að rætta með minniskorti sem ég er með á mér og ég veit að þessi græja tekur ekki meir en 32 GB en ég ákveð samt að reyna að setja 128 í hana eða 64, ég man það ekki og það virðist virka ítorrekord virðist virka manneskan fer eftir ég er búin að taka upp næsta manneska kemur ég reyna að ítorrekord og það virðist virka aftur það virðist virka aftur svo þegar ég ætla í dag hægt að rekorda þá er hann búin að rekorda og stendur bara no project og ég panika og við þurfum að ná í þessa manneski aftur sem hann var og það var mjög fucking ekki gott look og við þurfum að hringja í manneskjana til að koma aftur og sem betur fyrir var ég með D&D hvað heitir hann, ekki PR kannski heitir hann PR, ég manna ekki svona lítill hljóðgæði D&D gæðin þannig að ég náði að lafa fólkið upp sem að var að tala en þetta var rosa mikið svona wake up call fyrir mig að fá mér nýja hljóðgræði sem að tekur kort yfir 32 GB en svo var ég að skoða H6 og H5 Essentials græðunar og þær allir með mikrokortum og það bara myndi hjálpa mér actually minna af því að mér langar bara að taka í venjulegu SD-kortin af því að það er það sem ég er með alltaf í töskunni hvort það er þannig að það væri rosa þægilegt en svo sá ég ætla að setja F-græðunar frá Zoom F-græðunar frá Zoom þær eru með full size HDMI nei, SD-kort kortaröf þannig að ég held að þær séu svolítið á draumalistanum sko, óskalistanum segi ég en við bara sjáum til ég bara mun sko þetta betur og ég veit bara ég þarf að fá mig nýja þessi er ekki með USB-C, ég get ekki pána með USB-C ég þarf að pána með mini USB eða double batteríum og bæði eru hræðilegu kostur og já
Ég þarf að hafa mig nýtt upptökutæki. Þannig að já, en ég ætla að enda hérna. Ég er komin 5 mínútur yfir sem er bara geðvægt. Vona að ég fengi ekki út úr þessu. Og see you. Ég ætla að fara að sofa, bye. Þetta var einn